Þegar ég fór í gegnum Reykjavík áðan þá svona þetta kannski það byrja svona versti tímapunktur ársins til þess að fara að tróða upp með nýtt efni. Það eru kosningar og Eurotrass og listahátíð, það ekki? Já, ég er svolítið spennt sko líka út af þessu. Það er ekki bara kosningarnar á Eurovision. Þetta allt glæði nýtt, efni líka? Þetta eins bara glæði nýtt og nokkuð getur verið glæði nýtt. Þetta er svona afrakstur síðustu mánaða, svona glósur fyrir sögu sem ég að skrifa handa litlu dóttur systur minnar. Hún heitir Auður drauma og nafnið segir svo mikið, Auður drauma, það er svona so wealth of dreams. Og ég er svona ávarpana og segin alls konar sögur af fólki og fólkinu hennar og Reykjavíkur sögur og bara hitt og þetta. Og einmitt svona að finna eigin drauma framtíðinni gegnum hann leiði ég svona miðla mikilvægi draumana. Og þannig á þessi saga mjög vel við í dag. Það er allir spenntir út af Eurovision og nýrri borgarstjórn. Það eru svona draumar í því. Og það er allt einhvern veginn bara alveg bandsjóðandi vittlust í þessu landi líka. Já, það er það. Þess vegna er svo spennandi að vera að skrifa sögur sem gerist bara í núinu, sem breytist eftir því hvað gerist. En þannig, hún er nafna mín og svo er amma okkar, sem er líka nafna okkar. Hún er náttúrulega, ég heiti eftir henni og svo fær hún saman nafn. Þannig við erum 3 auðar og það er heilmikill auður í því. Og Það er sterkur þráður það bara, í nafninu. Já, þannig að þetta er saga í rauninni 3 kvenna. Amma mín lifði allt annan veruleika en við. Og svo er ég þannig í miðjunni og svo er hún. Og þetta býður upp alls konar svona vangaveltur lífið og tilveruna. Og núna er amma mín á Grund, þannig að sumt í þessari frásögn er einmitt þegar ég er með þeim 2 á Grund, litlu stelpunni og ömmu. Hvernig allt gamla fólki lifnar við að sjá svona mikið ungviði. Það er svona ótrúlega gefandi að vera saman með svona litlu barni og gömlu fólki. Maður verður svona melankólíu heimspeki þengjandi. Langt orð, en svoleiðis er það. Svoleiðis er það, ekkert veginn. Nú er búið að setja músíkin á, þannig að partíið getur byrjað. Já. Þetta er Pétur. Hann ætlar að taka myndir af þeim sem að kæra sig og þetta er Tóti maðurinn minn og hann er svolítið athyglisjúkur. Og þú veist ekki hverjir er að koma beint, það eru bara 20 miðar seldir og... Já, og ég veit ekkert hverjir eða... Hvað fólk þetta er eiginlega? Nei, ekki glóð. Og já, svo bara ég ætla að bjóða mig upp á kaffi og líkjör. Nú sterkt. Já, og sítrónute og smákökur og já, ég held nú ekkert mikið vínberju. Kæra Auður drauma. Já, ég gleymi að segja hún er eins og Halldórs. Kæra Auður drauma. Við mamma drukkum te þegar þú fæddist. Nema hvoru okkar smakkaði á því. Við sátum með tebollana milli handana og hófum setningar á þess að klára þær meðan myrkrið valdi. Ég var nýkomin úr bíó, ég sem fer nánast aldrei í bíó. En það hitti svona á að þú hófst ferðina inn í heiminn meðan ég bruddi poppið við bandarískum einnarlínudjókum. Það hafði ekki náðst í mig fyrir seint síðir. Teð var gamalt daufgrænt heilsute. Guð má vita hvað það hafði leynst lengin í skáp hjá mömmu án þess að nokkrum hugkvæmdist að laga það. Og talandi Guð, gleymum honum. Það síðasta sem ég vil er að hefja ítróðslu af einn eða annari tegund í dúnmjúkt barshöfuðið. Mér langar bara að segja þér frá þessu öllu. Byrjum upp á nýtt. Við þóttumst drekka te, ég og mamma. Hvorug okkar gat kyngt svo miklu sem munnvatni. Það gnauðaði í vindinum, við biðum eftir þér. Svona var lífið þegar þú komst. Þegar mamma þín fæddist, barði amma
með dúsk kjuða í rússneska látunstrumbu sem gaf frá sér gjallandi hljóm. Hún kallaði, þú ert búin að eignast systur. Ég man ekki hvað ég hugsaði, ég man bara hvernig hún stóð eins og hershöfðingi á hlaðinu og ég man að haussólin skein á rauð trén, veröldin skartaði sterkum litum, 2 ský lúrðu í mestarlagi yfir Grímansfelli og það var glampalogn. Þetta var 5. haustið í lífi mínu og það síðasta áður en skólinn hófst. Ég vissi að það væri merkisatburður að eignast systur. Gott ef amma bjó ekki til lummur úr grjónagrautnum síðan deginum áður. En ég vissi ekki hversu miklu ríkara lífi mitt var orðið frá og með þessari stundu. Vissi ekki hvað það var að eiga systur. Dagurinn var 11. september 1978. Nákvæmlega 23 árum síðar átti ég eftir að sitja agndofa fyrir fram á sjónvarpið í ammæliskaffi á systur minni eins og allir hinir gestirnir og öll heimsbyggðin þegar flugvélar flugu inn í tvíburaturna í New York. 27 árum síðar átti ég eftir að fá öran hjartslátt við að heyra systur minni í London sama dag og hryðjuverkamenn sprengdu neðanjarðarlestir. Ég hafði fengið að kynnast þessum hjartslætti fyrr eins og þegar hún hljóp næstu því fyrir bíl. Og þegar hún hljóp loks fyrir bíl og slapp með skrámur. Hjartað fyrir að slá á annan hátt við eigna systur. Upp frá því slær það í takt. En það vissi ég ekki þá. Það var svo margt sem ég átti eftir að vita. Raunar eru bara örfáir mánuðir sem ég vissi að þessi systir mín myndi eignast dóttur sem héti í höfuð og ömmu minni með látústrumpuna, langömmu þinni, sem ég heiti líka í höfuðið á. Við erum orðnar 3 auðarnar, veröldin auðug af auðum. En þú ert engin venjuleg auður. Þú ert auður drauma. Einmitt það sem heimurinn þarnast núna. Gnægð af nýjum draumum, því dáið allt án drauma, eins og maður ömmu með látúnstrumpuna ort eitt sinn, afinu með blýantstubun og hundskott á hælunum. Hann kallaði dóttur sína Draumu, hana sem seinna var mamma mín og síðan amma þín. Hann fór í siglingar til fjarlægra landa og sendi Draumu sinni kort þar sem hann bað hana fyrir kveðju til Lóunar, Krumma og Lubba. Svo varð hún unglingur, já ung kona sem átti mig, og þá skrifaði hann til hennar, þú sem einu sinni varst kölluð Drauma. Þannig heitirðu líka í höfuð á ömmuðinni án þess að nokkur viti, ömmu sem hét einu sinni Drauma. Ég ætla að segja þér sögu, þér sem fæddist í þann mund sem Ísland hrundi. Fallega, ljóta, grimma og undursamlega sögu eins og öll góð ævintýri. En rétt eins og þú hef ég ekki hugmynd hvert þessi saga á eftir að leiða okkur. Sagan okkar fæðist leið og fingurnir leik á lyklaborðið, ég ætla að finna hana, sem hefur verið þarna allan tíman. Svo ég bið þig að vera þolinmóða, meðan ég leita og finn, vonandi, hvar á maður að byrja sögu sem býður þess að komast í leitirnar, sögu sem leynist í heystakki minningana eins og saumnál. Sennilega er best að byrja því sem kemur fyrst upp í huga. Og þannig er þetta svona leit að sögu.